Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin á YouTube-rásina mína. Í dag ætla ég að fjalla eitt af því sem aðal áhugamál mitt þessa dagana, en það er laxerolía og laxerolía bakstrar og laxerolía til notkunar og öllum mögulegu til heilunar. Og þess vegna skrifaði ég þessa bók sem að ég læt heita Undraolían sem heilar. Margir þekkja hana undir enska heitinu sem castor oil. En íslenska heitið er laxerolía og hún er ekki bara notuð til þess að mynda niðurgang hjá fólki, hún er líka notuð útvortis til heilunar og kannski miklu meira heldur en nokkuð annað. Og það má segja, hún er búin að vera notuð í þúsundir ára til heilunar. Það má segja að það hafi verið sjáandinn, bandaríski Edgar Cayce, sem í rauninni dró máttina fram aftur vegna þess að hann ráðlagði hana svo oft þegar hann var að heila fólk. Og það merkilega er að hann heilaði fólk yfirleitt alltaf í dásvefni. Hann féll í svefn og svo kom heilunin og upplýsingar hvað það væri sem að hann viðkomandi átti að gera til að ná bættri og betri heilsu. En í þessari litlu handbók ég sé hlekkin á hvar þú getur fengið hana skal ég segja þér fyrir neðan. En í henni er að finna alls konar upplýsingar hvernig hægt er að nota olíuna og til hvers hún er gagnleg og annað þess háttar. Og ég er búin að nota hann í mörg ár að bakstra á kviðinn, svona annað slagið með ákveðnu millibili. Eitt skipti notaði ég hana í 6 mánuði í röð og fékk þá mikið bata því að meltingarfærin hafa verið svona aðalvandamálið mitt í gegnum tíðina og ég er rétt núna að uppgöta að sennilega hef ég fengið bakteríusýkingu í þarmana þegar ég var skorin við naflasliti, tæplega 4 ára gömul, og það hefur leitt til allra þessara meltingarvandamála sem ég er búin að vera að takast á við síðan þá. Þannig að meltingarvandamál er ekki eitthvað sem við eigum að horfa fram hjá og kannski hef ég hort fram hjá þeim aðeins meira heldur ég átti að gera. Ég er allavega uppgöta að laxerolía bakstrar er að gera mjög mikið og gott fyrir meltinguna mína og þannig ég held áfram að nota hana alla daga og það skiptir auðvitað máli úthaldið. Það þýðir ekkert að setja svona bakstra á sig einn dag og ég bara þegar ég man eða eitthvað þess háttar. Þegar við tökum ákvörðun að nota laxerolíuna þá er langbest að gera það á hverjum degi og það sem ég hef gert, ég byrjaði á að nota hana á andlitið og síðan í hárið og andlitið og kviðinn og svo síðan í hárið. Og þannig að ég er væntanlega nokkuð gegnsósa á laxerolíu núna. En hún hefur líka gert svo gott fyrir mig að mér er alveg sama, það skiptir engu máli. En sú laxerolía sem ég hef notað, hún er frá Queen of Thrones og þau hjá Mamma veit best að selja hana. En hún er til í svona stórum flöskum eins og þessari og hún er líka komin núna í svona millistærð. Þannig að ef að þú ert svona ragur eða rög við að kaupa svona fulla stærð þá er þessi mjög fín til að eiga. Og svo er þessi sem ég tek með mér ef ég er að fara í ferðalög því að sjálfsögðu tek ég laxerolíubaksturinn með mér því ég fer ekki að sleppa að setja hann á eina nótt ef að því er skipta. Og það sem er mjög gott að gera ef við byrjum bara á hárinu að það er að fjárfesta í svona glasi sem er svona dropateljara glas vegna þess að það sem þú getur þá gert er að þú getur tekið hárið svona í sundur og þú getur sett dropana í skiptingarnar og svo ef að þú ert að gera að degi til að þá getur þú nota svona hettu sem úr svona trefjaefni af því að þá ert ekki liggjandi á neinu eða ég ger allavega ráð fyrir því og þá þarf að vera með baksturinn aður í svona 2 tíma, 1 til 2 tíma. En svo er líka til að því þær eru stelpunum frá Queen of Thrones, þær eru að passa upp á alla hluti hjá okkur. Það eru til svona heldarhettur og bakstrar frá þeim sem að mér finnst rosalega góðir. Ég er náttúrulega í þessu eins og öllu öðru þá er ég alltaf að prófa allt. Svo ég keypti fullt af bakstrum á Amazon sem að voru sagðir vökvaheldir eða vassheldir eins og þeir kynna þá. En þeir það ekki og leka með saumunum
þannig að það þurfti verulega að fara með rúmfötin og í þvottahús eftir þá tilraunastarfsemi. Þannig að það að velja réttu hlutina til þess að nota með þessu skiptir máli með ánægjuna, því að olían lekur ekki í kotta en hún lekur ekki út allt ef þú ert að nota svona hettu sem er vökvaheld eða olíuheld öllu frekar. Hins vegar þarf alltaf að passa sig nálægt saumunum að olían sé ekki að leka út. Og það sem ég byrjaði að gera þegar ég fór að nota laxarolíuna á andlitið ég setti bara smá í lófan og svo doppaði ég svona andlitið og strauk hana út og lét hana liggja á í einhverja svona 10 mínútur áður ég tók svona mestu olíuna af og svaf með hana svoleiðis yfir nóttina og svo náttúrulega bara að þvo með mildri andlitssápu eða góða andlitsvatni á morgnana áður maður setur krem á húðina aftur svo að olían sitji ekki í rauninni svona lag á húðinni. En það sem gott við laxarolíuna það að hún stíflar ekki svitaholurnar í húðinni okkar, svo við getum alveg óhindrað og óhikað notað hana án þess að það sé að gerast. Varðandi hárið, ef þið setjið laxarolíu í hárið, þá það 2 sinnum í viku. Með andlitið hverju kvöldi. Svo fór ég að, fyrst gerði ég þetta bara svona, en svo fór ég að bæta við olíuna. Þegar ég fór að skrifa litla handbókina, þá sá ég það var mjög sniðugt að bæta einhverju svona serum eða annarri olíu, því laxarolían svo góð burðarolía. Hún með lága eðlisþyngd sem gerir það að verkum að hún fer mjög vel í gegnum húðina og inn í blóðstreymið og í rauninni vinnur á bólgum og öðru þess áttar langt undir húðinni og inn í líkamann. En ég fór að setja 2 til kannski 3 dropa af jójóbaolíu og blanda við laxarolíuna og það gerði ég með því að ég var búin að bera laxarolíuna á andlitið og svo setti ég bara dropana aðeins í lófan og nuttaði yfir allt andlitið og hálsinn vegna þess að ég uppgötaði að ef ég gerði það að því laxarolían feit og hún dálítið stöm en ef ég var búin að blanda við serumi eða jójóbaolíuna, ég bara notaði jójóbaolíuna, að þá gat ég notað kansavöndin minn sem algjört töfratæki og ég búin að nota í mörg ár með aðrar olíur þá á andlitinu en hann hjálpar okkur að stinna og styrkja húðina og örva blóðflæði í húðinni og ég skal setja hlekk undir inn á myndband eða eitthvað sem kennir hvernig á að nota því það alveg sértækni út af fyrir sig en það sem að mér finnst best við vöndin meðal annars það að ég get nuttað svona í kringum öll augun og augun gallblaðran tengt þessu svæði og nýrun þessu svæði þannig að við erum að styrkja það svæði líka þegar við erum að nota svona vönd eins og þetta. Þeir fást hjá systrasamlaginu, þessir vendir. Ég fékk minn gefins og það alveg stór saga á bak við það vegna þess að það var einhver maður sem leitaði eftir að vera vinur minn á Facebook, það var áður en að reikningurum minn var hakkaður og hann fór að spjalla við mig og tala húðina og eitthvað þess aftur og hann sagðist alltaf nota svona kansavönd á hverju kvöldi á sína húð, hann var ekki með neina hrukkur og ég hafði ekki náttúrulega hugmyndum á þeim tíma hvað kansavöndur var, svo ég fór að spyrja hann og eitthvað svona þá sagði ég ætla bara að senda þér smá gjöf og ég, já, allt í lagi. Svo liði bara nokkrir mánuðir og þá fékk ég stóran kassa frá Indlandi og það var engin miði frá hverjum eða þú veist bara, það var bara nafnið mitt og heimilisfangið og í voru þessi vöndur og 2 stærri. Og ég horfði í kassan og ég hugsaði mér, þetta bara farið á einhverja vitleysa adress, ég verði að hafa samband við póstinn. Lét kassan liggja svolítið lengi hjá mér á þess að gera nokkuð og svo var ég það bil að fara með hann á póstinn þegar ég fæ póst frá þessum manni og sem segi, ertu búin að fá pakkan? Þá var það þetta. Og þetta mér finnst þetta vera undratæki. Það eru margir sem eru líka að nota þetta svona steina til að rúlla yfir húðina og
og þeir eru svo sem ágætir út af fyrir sig. Ég valdi Rosa Kvast en það er líka til jaði og einhverja fleiri tegundir. En málið er að það er ekki hægt að gera svona hringlaga hreyfingar. Það rúllast illa, allavega maður þarf að hafa svona fyrir því að snúa því og eitthvað svona. Og ég er kannski bara orðið svo vön að nota kansavöndin að ég nota hann frekar, sko. En þetta hef ég búin að bera á húðina á hverjum degi í 5 mánuði, næstu 5 mánuði og ég finn rosa mun hún er fyllri húðin og það sem mér finnst frábært ég hef alltaf verið með frekar föla varir sem útskýra okkur ég alltaf með svona varlit sem dálítið dökkur en ég sko ég hef tekið eftir því að ég er ekki með varlit að þá er miklu meira blóðflæði í vörunum og ég náttúrulega ber laxolíu á varirnar líka og efri vörun er táknræn fyrir magan samkvæmt kínverskri læknisfræði og neðri vörun fyrir smáþarmana og smáþarmarnir eru það svæði í meltingarveginum sem hefur verið vandamálasvæði hjá mér en ég sé að þetta er að byrja að breytast ég er líka með svona lítinn blett hérna á húðinni sem var orðin alveg dökkbrúnn og hann er á svæði sem tengist ristlinum þannig að einhver skemmd var komin þar en það sem hefur gerst núna eftir ég fór að nota laxerolíuna á andlitið á kvöldin að hann hefur lýst fyrst varðan rauðari sem ég segi frábært því þá var komið blóðflæði staðinn þar sem að skemmdin var og nú er hann að lýsast og það voru 2 hérna aðrir sem eru alveg horfnir þannig að á 5 mánuðum er þetta búið að gerast og þegar ég nudda svona andliti líka þá erum við að örva og ýta olíunni hraðar inn í húðina heldur en ef hún bara liggur á og fer svona smátt og smátt inn. Þannig að hvort heldur sem þú velur til þess að bæta við þá eru þetta töfratækin, segi ég. Svo er þegar að þetta kom á markaðinn, þetta þá er ég náttúrulega ekki sein á mér að fá mér svona. Þetta er í rauninni laxerolía frá þessum stelpum í Queen of Thrones sem er með svona roll-on og roll-onið er rósakvarssteinn sem þýðir að hann er sérstaklega góður fyrir húðina samanber þessi svo að það er ekkert plast sem kemur við olíuna og þetta þótti slík frábær hönnun að fyrirtækið Queen of Thrones fékk sérstök frumkvöðlaverðlaun fyrir þessa þróun og þetta er algjörlega frábært að hafa bæði þegar maður er heima hjá sér og eins þegar maður er á ferðalagi. Eina sem þið þurfið að athuga ykkur á ef þið notið svona er að það lekur pínlítið með tappanum fyrst þegar að glasið er alveg fullt. Þannig þið eigið ekki að láta það liggja á hliðinni þá eða hafa það í ferðatösku þar sem það liggur á hliðinni, heldur að finna leið til þess að vera með það í handfarangri eða upprétt og það er ekki nema 500 millilítrar í þessu svo jafnvel þó þið séð að ferðast í flugvél þá eigið að geta látið glasið standa upprétt í tösku hjá ykkur. Það skiptir miklu máli og ég reyndar ferðast aldrei með laxerolíuna hvort sem ég er með svona eða í þessari flöskustærð öðruvís en að hafa það pakkað inn í plast eða skiltilega. Þá er það betra. En laxerolían hún leysist upp úr fötum og öðru þess áttar mjög vel ef hún fer í fötin og hún getur auðvitað alltaf gert það með græna fer í uppþvottaleiðinni. En það er bara hægt að setja smá á blettinn og það leysir fituna upp. En þetta er snilldin og þetta er eina roll-onið sem ég nota á andliti og ég bæti við og þið getið bætt í rauninni við hvaða serum eða eitthvað upp á serum eða eitthvað en jojobaolían er mjög góð og það getur líka E-vitamin olía getur líka verið góð svo að þetta er svona eitt fyrir mig. Ég hef ekki blandað mikið af olíu til þess að bera á allan líkamann. Ég er með aðra olíu, CBD-olíu sem ég nota fyrir það, sem mér finnst mjög góð, en ég er ekki komin á það tilraunastig að gera slíkt. En svo langar mig til þess að bendi ykkur á þennan busta. Þetta er svona húðbusti, svona þurrbustunarbusti. Og ef við hugsum að
líkaminn er náttúrulega stærsta yfirborðið líkamans eða líffærið húðin og hún alltaf að endurnýja sig, þannig að efsta lagið í rauninni dauðar húðfrumur sem að bíða eftir að falla af. Og það sem við getum gert að við getum notað svona busta og við getum bustað þessar húðfrumur í burtu til að losa, til að hreinsa líkamann. Og ef við hugsum líkamann eins og hús, að þá sko húðin, það sem við þurfum að gera, ef við hugsum húsið, þegar við þurfum að mála húsið, þá þurfum við að slípa og skrapa gömlu málinguna af eða háþrýstiþvóana eða eitthvað þess háttar. Og þessi busti, hann algjör snilld og hann líka alveg frábær á lærin á okkur, þar sem að stundum kemur appelsínuhúð og svona pokar á lærin sem reyndar tengdir meltingarveginum og þörmunum. Afsakið, ég verið að fá mér aðeins vatn núna. Og þið getið nuddað þurrbustað áður en þið berið á okkur, þið getið borið laxerolíu bara á bletti líka á húðinni, þannig þurfum ekki að bera á hana alla. Það sem ég geri ég busta kviðinn á mér áður en ég set bakstur á fyrir nóttina. Og það geri ég með hringlaga hreyfingum og ég byrja við naflann og svo held ég áfram alveg út að mjaðmarbeinum og svo byrja ég aftur inn við nafla og út að mjaðmarbeinum. Og með því ég að örva blóðflæði í svæði þar sem að kannski ekki mikil örvun dagstælega og ég að losa húðina við dauðar húðfrumur og ég að örva sogaðakerfi af því að öll þurrbustun, hún örvar sogaðakerfið í líkamanum og það í rauninni skólpkerfið, það að segja, við losum úrgang og annað þess að það í gegnum ristil og endaþarm, en annar vökvi og annað, hvað ég að segja, annað affall úr líkamanum þarf að fara í gegnum sogaðakerfið og ef við með bólna ökkla eða eitthvað þess að það algjörlega nauðsynlegt að busta þurrbusta húðina og þið getið valið hvort þið byrjið á iljunni eða hvort þið byrjið einhver staðar uppi eða höndunum og bustið niður og með þessum busta þá nota ég litlar hringlaga hreyfingar en með gömlu aðferðinni þá var ég kannski að nota svona ílangar hreyfingar þegar ég var með busta með skafti. Ég get ekki bustað mikið bakið, ég veit það, en stundum fæ ég einhverja hjálp ef að sonur minn eða einhver í heimsókn sem getur bustað með bakið, en ég busta allt sem ég get bustað og þegar ég vakna á morgnana þá finnst mér æðislegt að busta fótleggina vegna þess að það kemur öllu kerfinu af stað í líkamanum og það þetta sogaðakerfi sem skiptir svo miklu máli. Svo þessi komst á vinsældalistanum leið og ég byrjaði að nota og þetta svona náttúrulega hörð hár sem ég held að séu svínshár og svo þetta úr gúmmí þannig að hann rífur ekki eins mikið eins og margir bustar gera þó hann hreinsi vel, svo snilldin ein, algjörlega snilldin ein. Svo ætla ég aðeins að fara í bakstur sem við getum notað á kviðinn og minn hann svo löðrandi í olíu og ég var að endurnýja og kaupa mér nýjan þannig að ég ætla að sýna ykkur þennan nýja því að ég búin að nota það sama núna í 5 mánuði og það komið tíma á að fara að endurnýja. Hann með svona vökvaheldu efni að utan og hann með bómull að innan og þegar ég notaði gömlu aðferðina við notkun á laxerolíubaksturinn þá var ég með bómullarstykki sem ég bleikt í laxerolíu, svo setti ég plastpoka yfir og svo setti ég hitapoka þar ofan á og svo var ég með baksturinn á mér í 1 eða 2 tíma, sjaldan yfir nótt. Og ég finn svolítið mikið mun á því að geta haft hann yfir nótt og þessi í rauninni þessi við kallum lifrar og gallblöðru bakstur vegna þess að hann svona fyrir hliðina. Þannig við setjum hann svona á okkur og upp undir brjóstið því að lifrin undir rifjónum okkar og þetta hjálpar til við að hreinsa hana og gallblöðruna sem
að mati Hallgríms heitis Magnússonar fyrir ykkur sem munið eftir honum var að hans mati eitt mikilvægasta líffæri og ég var mjög slæm í gallblöðrunni þegar ég var yngri og með mikla verki og ég var búin að marghringja í hann og segja ég hélt að ég þyrfti bara að láta taka hann úr mér og hann sagði Guðrún, þetta síðasta líffæri sem þú vilt láta taka úr þér þannig að ef þið eru með gallblöðru vandamál prófiði bakstra áður en þið ákveðið að fara og láta taka hana úr ykkur. Það allt í líkamanum okkar af því það á að vera þar, alveg sama hvað það Þannig að, ég að rúlla bakstrunni hérna saman, þannig að það mikilvægt að hafa það allt. En svo ætlaði ég glemdi einu þegar ég var að tala sko andlitið og það ég sit laxerolíu líka bara í litlu mæli á augnlokin og undir augun og líka á augnahárin. Ég ætla ekki að klára allt í þessum eina þætti, ég ætla að sýna ykkur seinna hvað ég geri með það, en það til að byrja með þá bara setti ég sko olíu á puttana og gerði augnahárin þannig og það sem að mér finnst merkilegt í sambandi við það að vera sérstaklega á þessu auga, þá hafði fækkað mjög augnahárum á neðra augnlokinu og ég sé að það komið núna augnahár þar sem að voru engin áður. Þannig að þetta hefur áhrif til lengingar og örvar vöxt og örvar í rauninni hárvöxt og líka á þessum hárum. Þannig að ég hef alltaf verið með frekar löng augnahár og ég hef nú ekki sett á þau millimetramál til þess að sjá hvað löng þau eru. En þau hafa allavega ekki styst frá því að ég nota þetta. Og ég sé þá með þessa grímu til þess að halda í rauninni olíunni undir augunum en líka út af því að ég þoli illa birtu og það kemur alltaf einhver birta innum gluggan hjá manni þegar maður býr í stórborg. Það gerðist ekki þegar ég var í sveitinu og bjó á hellnum. Það var bara myrkur úti. En þarf maður að passa sig á hinu. Og þið getið nutta lófan. Það eru orkupunktar í öllum puttunum ykkar, öllum lófunum ykkar og þið getið gert svo margt fyrir ykkur og heilsun ykkar með því að taka nota svona náttúrulega leiði og þess ég ætla að segja í sambandi við baksturinn, ég náttúrulega fer úr einu í annan við afsakið það, ég gleymi röðinni og svo mann ég alltaf, ég gleymdi að segja þetta, að það sem ég geri að ég set olíu í svona mjóum taumum yfir allan baksturinn og svo legg ég hann saman og ég pressa hann svolítið til þess að olían dreifist inn í bómullarstykkið og fari vel inn þannig að þegar ég set hann á mig að það hefur komið fyrir sko, ég hef sett of mikið af olíu og ekki pressa hann svona inn í stykkið sem gerir það verkum að hún hefur lekið með bakstrinum fyrir ég set. Þannig að við viljum forðast það að þá þarf að nutta þetta vel saman. En þið finnir upplýsingar, sem ég get átt allt þetta í þessari handbók og þið finnir líka upplýsingar hvar þið fáið hana þegar að fyrir neðan og það hægt að kaupa olíurnar á vefsíðunni minni. Það fást líka í Mamma veit best og það líka til olíur í systrasamleginu sem að selja þessa busta og kansavöndin. En það sem ástæðan fyrir því að ég valdi þessa olíu umfram aðrar olíur að hún lífræn og hún pressuð með sérstakri aðferð. Þannig að það þarf ekki að nota svokallað hexein sem hefur verið sett í og blandað í laxerolíu til að geta pressað hana úr fræjunum sem að vaxa á resinus, man ekki alveg hvað heitir á latnesku, en allavega annað heiti yfir runnan, kristspálmi. Þannig að það mikið ljós í þessari olíu og hún mjög góð fyrir okkur og við þurfum að passa að hún sé í glerflösku, svona brúnni, til þess að hún þrán ekki. Ég geymi mína ekki í
ísskáp, það örugglega hægt að gera það. Ég leyfi henni bara að vera á baðinu og hún í myrkri því það náttúrulega meginhluta dags slökkt á baðinu og þannig að hún snilld og mjög góð. Það hægt að nota hana til inntöku ef að fólk vill og það eru ég man eftir því þegar ég var krakki, ég man ekki eftir að ég hafi verið látin taka inn laxerolíu þó það gæti verið út af því að ég fékk magasár svo snemma en þá var henni blandað sko, þá man látin taka hana inn og drekka maltöl á eftir sennilega til að taka bragðið. Það er mjög líklegt en það hægt að blanda henni öðruvísi í mjólk og drekka hana og það má taka hana inn, það ekkert hættulegt sko. Þannig ég ætla að vona að þetta hafi hjálpað öllum þeim sem hafa verið að horfa á myndbönd á ensku það hvernig þú getur notað laxerolíuna og ekki skilið það alveg og líka hitt að í mínum huga þá svo mikilvægt að hafa, ég sko svona visual, ég þarf að sjá hlutina og að hafa svona litla handbók sem þú getur flett upp í. Þannig að þú sért ekki alltaf að spila eitthvað myndband, já hún sagði þetta á þessari mínútu eða eitthvað þess að þú getur bara flett upp í henni og það eru upplýsingar og þú getur flett aftur og aftur ef þú vilt að þú getur sett svona litla limmið á til þess að minna það á hvaða síðu það sem það ætlar oftast að nota eða eitthvað þess að en mynd sem sýnir hvernig bakstur, maður setur hettuna á sig þegar maður að nota olíun í hárið og eina sem þið þurfið að passa ef þið að gera það að setja ekki of mikið af olíunni. Ég hef gert það. Það var ekki skemmtilegt. Ég þurfti að þvoða þrisvar hárið til þess að ná hann úr. Þannig að og þá meira sé að þá var það svona dálítið feitt þann daginn. En það gott fyrir hana fyrst og fremst hárbotninn af því að það opnar lokaðar holur sem eru í hárbotninum, jafnvel stíflaðar af flösu og öðru þess háttar og losa líka flösu og svo eykur það hárvöxt og ég með fullt af svona nýju hári sem ekkert í samræmi við lengdina á hárinu sem svona langt. Hún talar það mikið, hárgreiðslukona mín, þannig að hárvöxturinn hefur aukist og ég var með mikið hárloss og það hefur lagast, þannig að nú bustaði mér hárið og ég er mjög heppin ef ég næði 3 hárum eða eitthvað. Þannig að það svolítið mikil breyting á því sem var. Þannig að ég bara treysti því að þetta hjálpi þér sem að hlusta að fara af stað og prófa þig áfram með þessa undraolíu sem hún svo sannarlega og notir hana þér til heilsubótar. Ég ætla að koma seinna og fjalla nánar það hvaða áhrif hún hefur haft á kviðinn minn og hverju hún hefur breytt þar. En þangað til næst að þá bara hvet ég þig eins og alltaf til að smella á subscribe. Takkan minn, ég dálítill safnari þegar kemur að þessu og stefni á það að hækka töluna, ég komin í 100, mjög þakklátt öllum þeir sem hafa ítt á subscribe takkan og stefnu þetta á miklu hærri tölu en vá, hvað hljópa eitthvað fyrir í hálsinu hjá mér en svo vil ég bara þakka fyrir, ég vil líka benda ykkur á ef þið farið inn á vefsíðuna mína guðrúnbergmann.is að þá getið þið skráð ykkur á fréttabréfið mitt og fengi ókeypis hugleiðslur. Já, ókeypis hugleiðslur. Þannig að ég skipti í hverju viku en þeir náttúrulega, það skiptir ekki máli, þeir geti ekki endur skráð ykkur en þið geti alltaf fengið ókeypis hugleiðslu. Svo prófið það. Og í lokin, sendi ykkur kærleik og ljós eins og alltaf. Takk fyrir að hlusta.